bara free love Já, þú þarft ekki að sýra með bara dansa á tippinu já Ég myndi þurfa að sýri til að dansa á tippinu Ég var eitthvað bara vippunum út einhver dýrabjalla ég var eitthvað bara ég þarf eitthvað ekstra stert til að sína þetta Nei, þetta er alltaf leið, það allir hinnur að þeir hvað sem er Já, nákvæmlega allir að sýru allir bara wow, þessi dýrabjallar að stækka Góðan og gull Halló Hvernig hafið það? Bara fantastic Það ekki? Já. Fan-fucking-tastic Fantastic Ah. Fantastical Hvernig hafið það? Bara fínt En þú? Bara æði Já Við erum að taka þetta aðeins upp fyrir verslunarhelgina Já, Þá hún er handan við hornið handa með hotni Þegar þið eru að hlusta á þetta Þá eru þið út í laugu allir að partí að hlustum á strákana hérna Nei, þetta er á sunnudagsmótni, það er allir ógislega þunnir að Sunnudagsmótni, pakka saman blautum tjöldum og Já, það Nei Þetta kemur út á sunnudagskvöldi Já, sendum bara í sunnudags Já, Já já, það er allir að tína saman smokkabrifin og Já, þetta er hlusta á morgunin á mánudegi Já. Týna þetta saman og Já, henda notuð smokkunum út úr Já. tjaldunum og eitthvað svona já, auðvitað, hann er þá sunnudagur líka tjamkvöld Já, maður Auðvitað Hæ? Yeah. Vá Herðu, Ég er alltaf meðvindalaus við verslunarvelgar Ég man ekki ég man ekki neitt með Nei. Ég er út á Spáni as we speak Uss as you listen, meina ég Uss Já, Þannig að það verður rosa næs Það var geðvögt hvað er á Spáni? Alicante Elegante, Hvað, viltu ekki fara á Bene? Bene Kene Já Herru, ég var að taka eftir þið daginn Ég var eitthvað að tala Terminator Ok Og það er paradox í Terminator Það er framtíðarmynd, það eru ekki hægt að búa til framtíðarmynd Já, veist, í númer allavega, í númer 2 þá er veist, alveg bara paradox Já, veist, eins og veist, því að þeir hafði aldrei getað búið til vélminnið nema finna hendina og kubbin úr Terminator 1, já Já, svo að hver fann þetta þá upp? Sú framtíð var það aldrei Já, svo framtíð, þeir breytti framtíðinni Já En hún splittaðist, þannig að hún sú framtíð það sem Terminator 1 var, hún varð aldrei til Þeir útskýra það alveg setna var ekki Já Er það málið? Já, Það útskýrist í mynd sem sé 2 já Já, en samt er þetta paradox það, veist, hver Þetta er sjálfsög paradox af því að Já. þetta er framtíðarmynd en þeir útskýra þetta þannig að þetta er tækni sem varð aldrei til Já, ok Þannig sé, tæknilega sé, skilur við af því að veist, þú sendar eitthvað tilbaka og svo gerist það aldrei en þetta sem þú sendir tilbaka, það náttúrulega er í fortíðinni Ok, segjum að ég skrifa alveg bara metsölubók bara, veist, ég er bara, veist, yes ég er bara J.K. Rowling hérna Ok og síðan kemur tímavél og hún Svo þarf að margar rasista brandara en ég ætla ekki að segja J.K. Rowling, ok What? Og hún er svo mjög fordóma Ég veit dólgur sko og ef hún myndi fara í sem sagt fortíðina Já. og rétta sjálfum sér bókina og hún er eitthvað bara, ég skrifa hana og gæti það gerst Ef það væri til tímavél þá en hver gerði þá bókina? Út af því að þarna komið lúpa Já, og hún var til bara í einhverju svartólið þú veist Í svartóli Sko, ætlar bara að byrja þáttina á okkur svona Já, þetta er pæling Þetta er rosalega einfalt Ef þú skrifa bókina Já, J.K. Rowling stelur hann eftir kannski 2 ár já, fer tilbaka síðan 1980 já og lætur sjálfa sig hafa bókina og segir, gefðu þetta út Já, ok, ef ég skrifa bókina mína og ég fer tilbaka og læt mig fá bókina mína sem að þú sjálfur skrifaði Já, og ég segi, ég skrifa hana þá er hún bara til, bara outside of time einhvern veginn Nei, þá er bara komin ný tímalína
Já, en ef það er ekki Já. ef það er ekki tímalína það er bara ein tímalína bara time is a river bara. Já, þá varst að Every fokka upp tímalínunni þessar einu. en þá þarf ég að fara aftur til fortíðar, ég þarf alltaf að fara í lúpu Já, til að gera þetta, já, er það ekki? jú. Davíð alveg Nei, fyrir að slefa nei, þú þarft þess ekki út af því að þú ert að breyta fortíðinni, Já, þar að leiðandi breytiru allt sem framtíðinni. gerist þar og eftir er þá breytt Þetta er butterfly effect. já, en myndi ég þá ekki vera alveg shit, ég þarf að fara tilbaka til að láta mig fá bókina bókin er lengur búin að koma út Já, þú ert lengur búin að gefa hann út þú þarft bara að gera það einu sinni. Já, ok þegar bókin er lengur komin út sko. En síðan þarf það að spyrja sjálfa þig, hvað gerist ef þú ferð síðan aftur til þíns tíma, Já. þegar eftir að þú ert búin að láta sjálfa þig hafa Já. bókina. Já Það er bara allra að byrja svona oh my god Nei, ég var eitthvað svona að pæla í þessu Og þá getur þú komið tilbaka og þá er kannski heimurinn bara fullur að risaðlum eða þú ert orðin blankur hommi út í hotni eða eitthvað, skilur I would like that No wait, I am that Já, akkurat. Nothing has changed Var þetta ekki í Bill and Ted excellent, Adventure, já þeir fundu lyklana en þeir settu lyklana sjálfur þarna Vá, nú eru 20 eitthvað ár sinni ég sá hann Já, akkurat Var það ekki einhvern veginn þannig líka? Já, ef ég myndi setja lyklana þá myndi ég setja það hérna. Já, hérna eru þeir. Já, alveg rétt, já Þá setti, þá var lúpa þarna Já, akkurat Þetta er gaman þessu Já Einhverju fleiri pælingar hjá okkur Nei, ég reyndar ég sá myndband af honum Patrick, hvað heitir hann, sem lék hérna Swayze, Nei, Patrick Hemi Stewart, nei Patrick sem lék vondakallin í Terminator 2 Leikarinn Patrick. Já, hann er hérna, já Ég man ekki hvað hann heitir. Nei, allavega Patrick T-1000 T-1000. Já, hann var með eitthvað myndband og hann var að segja bara það eru 35 ár núna þessa vikuna síðan að Terminator 2 kom út 30 ár 35 Hún er 35 ára í 35 ára 35 years. Já, God damn Já. hann er óslega fyndinn, hann var að sína að þetta er leðurjakkin sem ég fór í eitthvað audition og það var að tróða sér í jakkan allt og feitur og eitthvað Man boobs alveg Já, nákvæmlega Hindra það Herru, síðan er alltaf hérna, vorum við ekki búin að tala um hérna, Jurassic Park, Neil Patrick Harris Nei, sem dó Já. Já, Neil? Sam Neill Sam Neill Já. Já, What a Já. legend sko. já það var sorglegt Já, hann flottur leikari, virkilega Já. flottur leikari. mann náttúrulega sá hann síðast í Peaky Blinders Geggjar og þar fucking awesome í þessum þáttum sko Já. hann er svo flottur Geðveikur sko bara fór allt og snemma finnst mér sko bara, Já, nýbúin að losna við krabbameinið og dó já, Maður er ekki alveg Wait, what? Sounds wrong já, það var umöðlegt sko Já, en þetta er Ég var alveg bara svona, já, þetta er Ég var að, veist, ég skil ekki okkur við vorum ekki búin að tala um þetta miklu fyrir sko Nei, hann náttúrulega fór hann og hún sönguna hann í sömu viku var það ekki Donna Summer. Nei, ekki Donna Summer Donna Summers Víst. var það hún, Ha, sem dó núna um daginn já. það sem er röddina Með röddina, hvað Nei, rödd? hvað heitir hún? Hvað er það að tala um? Erum við allir að tala um sekund hlutin? Örugglega. Nei, það dó sönguna sömu vikuna og sem, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, takk fyrir Hvað sagði þú? Donna Summer. Já. Bonnie Tyler. Ég var alveg bara I have nothing to say Fylgir svo sem fylgist með tennisleikal og Já, ég var bara að horfa á henni Alveg, nú þú, og nú þú, og nú þú Já, Bonnie Tyler á Holding Out for a Hero Já, og hvað heit hitlagið? Já, hitlaðið Já, hitlagið. Hanna, eitthvað? Jésús minn almáttugur. Þrestur alveg Erum við beint alveg hérna sko. þetta er tímaflakki að Birkis á það sem að geta grillaði í okkur heilan sko Hvað, er ekki gaman að byrja? Bara Já. BOOM Ég er bara ekki alveg undirbúin í þessu Líka sko Totally Clips of the Heart. Já, Já, takk auðvitað Já. maður Og svo var hún líka hérna It's a heartache, Jú, Wow, wow nothing but a heartache. Yeah þetta er bara eins og að hlusta á Haltu áfram. spil Ég má ekki meira.
Þetta var flottari hjá Þresti ég kunni ekki lagið Nei, ég kann Burger, ekki Dugger, Burg, Egg kann hvorki að syngja nýja lagið Take a burger in the pocket Poor kid Já, take a burger in a poor kid It's like, what? Take a burger from the poor You just ruined this song Oh my god Já, blessu sem minning þeirra Talandi hambúrgara Já, Ég fór á þjóðatíð í Eyjum í gæslu í 5 ár og fengum að partíast og eitthvað svona dót og ég hef aldrei keypt eins dýran hambúrgara á þjóðatíðinni 2002 Já shit Ógeðslega fokking dýrir hambúrgarar inn á svæðinu Inn á svæðinu Shit Skilir þetta ekki sko Ég held að það hafi verið 3.000 kall borgarinn Já, það fyrir 20 ára síðan Já. Meira? Já, ish Svona 24 Pældi ég á 3 skall þá sem þýður örgulega 9 skall Þetta var svona hvað skuldaði þér? 3.000 skall fyrir ekki að Já 3.000 skall Bitu ha Já Þetta er borgari í svona áldrasli bara, nei Þetta er svona svipað eins og Hjarta Hafnarfjarðar sem er að gera núna svona míní hátíðir, útiháttíðir talandi hátíðir Segway Gott segway Þetta var samfærandi Nei Gott segway Veistu hvað er gott segway? Hvað? Fjórhjólum mitt Okkur Það er segway Já Ég sá það þú hefur gert þér jakka í stílum nefnilega Já, ég fekk hann gefins Þú fékkst hann með? Ok Já, þetta heitir segway Þetta heitir segway Svo segway gerir ekki bara segway Nei, ég gera margt segway Já, alls konar til að ferðast um á This is a segway Já, eins og Við sponsaðir Hjarta Hafnarfjarðar þá tvöfaldi GT þar 3 og 8 Fucking hell maður Það er rosa dýrt að fara 3 og 8 Já Hráefni þetta kostar hvað? 300 kall Það var regla Ekki einu sinni það Sko, ég fór Nei, ég ég fór hérna síðustu helgi og með góðu fólki og við vorum bara 4 reyndar en það var Ég var ekki það sko en þú varst ekki en Þá hefði verið frábæri fólk Já en Fallegasta fólki. sko, maður sér þetta fyrir sig sko þetta er svolítið sjóparlegt en þetta var alveg gaman skilur en þetta var ekki neitt svona superdúper gaman Já það hefði verið miklu skemmtilega bara að sitja á okkur pub eitthvað staðar eða að fara heima og sitja Ég er samanlega þarna Ég er með ég er með greinilega með einhver svona svona óþægilega tilfinningu þegar það er svona mikið af læti og mikið af fólki sem veist bara eins og á úti hótaðum finnst það ógeðslega óþægilegt Ég fæ einhvern veginn bara svona viðbröðin mín eru bara hver ætlar að ráðast það Já, svona fight or flight bara stanslust Ég fæ bara einhvern veginn bara ok þetta er kannski, veist gamla daga þá var kannski, veist gerðist eitthvað og maður einhvern veginn ennþá bara svona bara, hefur ekki farið til sálfræðings og unnið út úr þessu Nope og unnið tráma þarna í gangi það er svo 100% en svo gerist það sko ég er líka nákvæmlega eins en síðan bara drekka maður ákveðið magn og þá losnar maður við þessa tilfinningu en ef maður kemur þarna edru þá er maður bara þetta er alveg ógeðslega óþægilegt sko. ég til dæmis er svo er yfirleitt rigning Já hver nennir þessu þegar er í rigningu bara gleymdu því akkurat bara moldar svað í kringum tjaldið og allstaðar og bara það er sko, vitið hvað Tomorrowland er? Já Geðveikt Já það er í gangi núna það er 2 vikur, þetta byrjaði 2005 með 9.000 manns og það er bara lokal fólki í kring það er bara, núna er þetta 400.000 mann sem koma á 2 vikum og bara svo allt Ísland tæki bara þeir byggja svið sem er bara nánast eins og lítið bæjarfélag þú getur verið með tjald þú getur verið með lítið kofa og það er bara þorp fyrir þessa aðila þá þarf ekki að fara á hótel og eitthvað svona sko og kona mín er bara, við erum að fara og ég fekk bara svona dung dung
ég var bara, ég sá bara fjöldan, veist, ógeðslega gaman en vera eitthvað bara veist, let's be honest Já, konaðin Ég- svolítið ég- raftónlistagæla sko. og ég orðin svolítið gaman Já, að mæta hann morgunin og vera og vera bara yes, ok, marathon já. Bara poppa og halda áfram Það akkurat það sem ég ætla að segja. Það örgulega eina leiðin til að halda sig gangandi já, það bara síra og ecstasy og eitthvað, þú veist, og þannig ertu bara í 2 vikur. Já, þú getur færið bara þannig deluxe pakkan með svona kofa og eitthvað og þannig að þú hafi skjól það geta, inn á milli Já. artistað eitthvað geta verið eitthvað Noise cancelling. bara, Já, noise cancelling bara maður ég aðeins leggja mér hérna síðdeis lúr út af því að Já, Þetta er svakalegt áreiti sko já, veist hérna, vinkona mín er náttúrulega úti núna, hún fer á hverju ári og það er yfir 25.000 skref á dag hjá henni það er Holy rosalegt. crap já. hún er að skoða, veist, allt saman og dansa Já. og veist, 25.000 skref Oh my God. yfir einn dag, ég væri bara maður legs veist, á degi 2 var ég í hjólastól Já, og Þórun eitthvað að dansa, ég væri eitthvað bara þú fastur í einhverju mýri bara I'm disabled Já, en þetta er náttúrulega aðeins svindl sko, út af því að hún náttúrulega fer að dansa eitthvað aðeins já, og hreyfa hendurnar eitthvað þá teljast auka skref sko. Já, já, en þetta er samt pælið í kaloríu brennslunni, maður. Já, já en samt út af því þú ert að drekka þá getur ekki þarna brent fytu Fyrir því hvað er að drega hvað meður smjörsýru Já, þá brennur miklu ég held samt að þeir eru með sko alveg hérna veist, hardcore drugs er bannað sko. já, að sjálfsögðu veist, þú mátt ekki vera veist, upp í hérna, einhverju hæð þarna sprautaði í milli tanna og eitthvað bara yes hérna þú veist Swedish House Mafia sko, Já. hlusta á þetta bara Já, þú verður ekki hlusta á þetta lag fyrir þú hlusta á heroíni myndið þið, viljið fara á Tomorrowland? Sko, ég finnst ógeðslega cool að sjá glefsur úr þessu Já. Þetta poppar upp á TikTok eða maður sjá svona myndbönd og eitthvað slúsur maður bara, fuck, hvað ég verið til í þetta en Já. að vera þarna í marga sólarhinga og það er einmitt eins og þú segir bara bunch, allan tíman ég sem að fengi leiða því sko. Og þetta er frá föstudegi, laugardegi, sunnudegi Já, þetta eru 3 dagar og við vorum að reikna þetta út ef við erum með hótel og bara koma okkur þarna með hóteli já, milljónkall já, fyrir 2 fyrir 2 Já, og það er ekkert uppihald nei, Því að þeir eru svo sniðir þegar þú borgar ekki veist, pening inn á svæðinu fyrir Já. drikki eða eitthvað slegis heldur þú borgar með perlum til Já. að fokka í já, veist ekkert hvað þú varst að æða miklu bara, veist, what? Já, Það var 1 perla já, veist, hérna drikkurinn minn sem er kannski, veist, 1500 krónur eða 2 skall eða eitthvað veist, þú einhvern veginn bara fokkar upp já, fjármála skinnið fer út gluggan sko. já, sérstaklega þú ert á hérna heroinni já maður Láttu þekkja það maður en já, það er kannski plan á næsta ára að fara þetta Já, ég var alveg til í að fara hérna 1 eða 2 dagar sko. Já, Nei, veist, ef maður fer, þá fer maður náttúrulega 3 sko. Ég tækla það ekki Ég þarf að róa mig niður eftir svona sko. Já, ég myndi Taugakerfi að mér myndi vera alveg bara miljón eftir 1 eða 2 dagar já, akkurat Þetta er aðalkvöldið er á sunnudegin Já, sem fer maður heim, maður er allir með sólgliru í flugvilni bara svona hræðil já, ég myndi taka mér sko viku eftir þessu tónleika úti bara þess að ná mig niður áður en ég færi heim sko Já, ég líka, ég ætla að vera hérna bara, veist, fuck that shit Já, Herru, ein útihátti muni eftir Uxa já, 90 og hvað var það? var ekki 94, var ekki Jú, Uxi ekki. 94 Eitthvað svoleiðis Mér, veist, var ekki Prodigy var að spila þar Ég man það ekki, jú, Prodigy spilaði, Þetta var alveg Uxi 94 huge Þetta var svakalegt Já, það var í fréttunum veist, gaurinn var hérna veist, með hausin út í tjaldinu svona öfur, var veist, einhver að gefa hann blowjob með fréttakonu hann eitthvað ég náttúrulega skildi þetta ekki sko, síðan hérna, kom þetta í veist, hreyfingu á internetinu Já. mörgum veist. reyndir þetta var til já.
og þá kom þetta Oh my myndband God. á hreyfingu og þá bara allir bara that's a blowjob Gaurinn var á bakinu og sást, og séðan var einhver hreyfingarn inni og hann eitthvað hún eitthvað gaman hann Jesus Oh my god Svo er að koma heim eitthvað bara foreldrarnir Akkurat, gaman að þessi hvað var að gera standa Akkurat Þetta var Pétur Já, akkurat Ekki skára Uxi, var þetta ekki 94? Ég held það Jú, minni Það það var eitthvað slags Minnir þetta var 94-5 eitthvað slags þegar Eyjar 2001 ég var þar, Eyjar 2001 Ég var það líka Ekki Ó, og geðveikt og það var svo ennþá skemmtilegra út af því að það var einhver önnur útiháttíð á sama tíma þar sem allir fokkin úlingar fóru Já og það var ég man bara, það var engin slagsmál eiginlega sjúkratjaldið var tómt huh. það var 20 stigi hitti alltaf daga það var yndislegt þetta var rosa góð hátíð, já og það fóru allir sem voru sko á hardcore drugs fóru í hina út í hátíðina og þar voru bara nauðganir og slagsmál og smjörsýran name it og hérna löggan var bara ætlaði bara þetta var bara one time thing þeir voru bara nope Já, aldrei eftir nauðganir voru bara ekkert smá miklar svo en síðan var maður bara heim bara geðveikt án þín maður Sverri Bergmann að syngja það maður Já, illstóra minna án mín Já, ég var án þín reyndar Þú veist ekki án mín Nei, ég vissi ekki að þú væri það Nei, síðan ég var líka var ekki lífið er yndislegt geðveikt Já Það var eiginlega þá Já geðveikt Það og hérna upp á palli hérna, það eru bestu lögin Upp á palli inn í tjaldi Út í hátíð Út í hátíð, já það heitir bara út í hátíð Já, Með greifunum Síðan ég var einhvern tímann þarna upp í Sleistu húuna þína Nei, mista hann að mér okay. Já, við vorum hérna upp í brekkunni að drekka og hlusta að maður og þá var það var einn hérna geðvægt feitur gaur sem við þekktu á þessu tíma hann var að míga með buxurnar alveg niður sko og var eitthvað bara hann er þykku gaur sko hann var eitthvað míga og síðan fipast hann og bara og tekur bara með sprellan og fólk bara bla bla og alltaf rullar bara yfir hérna fjölskyldunar Oh my god með buxurnar alveg niður sig Á bara öklunum bara á öklunum raskandi við séum þetta sem slóm og svo svona í andliti bara hvað er að gerast og hann bara leið á búin það bara veist, upp með buxurnar og hljópi burtu Shit maður ég hef aldrei hleyjað mikið sko. Oh my god Það er fucking hilarious þetta var, já þegar ég vaknaði þarna í daginn með sko þegar við vorum að leiðina heim og vaknaði ég með blátt hár alveg veist, stíft blátt hár og ég var bara what is this og alltaf kemst ekki í sturtu og ég var bara ógeðslegt Það var nú betra heldur en að vakna með stífan bláan lim já true nákvæmlega þessa tegir geta verið cockring þetta dóan bara síðan fór Þórun árun eftir og ég vissi aldrei hvernig bláa hárið mitt var Nei bara ekki neitt sko. og hérna í Herjólfi og á þessum tíma þá var 3 tímar í Herjólfi og rúmir já, er það ekki? Jú. Já. Og það var myndband frá árinu áður og Þórun var eitthvað að horfa á eitthvað og það var eitthvað, veist, taka viðtal einhver gaur og hann var svona spreyja hérna tjaldið sitt kemur ekki gamlega maður inn í myndina bara á hári mitt maður og hann bara Nei með spray Bara actual spray, bara ekki hárspray Nei, og ég var bara, djöfullir þetta glerhart maður og það bara máling á hausinu á mér sko Oh my god og Þóru bara hringdi ég veit hvað kom fyrir hárið ég kom bara, what? Það var einmitt svona, veist, með hérna svona devil hands og
Vá, með maður. perlufesti hérna, hvíta perlufesti mitt maður sem ógeðslega mikið douchebag sko. algjör hálfvitið sko. Ég var svo á móti í þjóðatíð í Eyjum, þú veist, af því að þetta var eina sem að maður heyrði alltaf sömu fréttirnar okkur einasta mánudegi og þriði degi eftir Vestmannahelgi. Það var bara slagsmál og nauðganir og eitthvað, ég fer ekki að það og I don't want to be raped. Já, nákvæmlega. Kæri mig bara ekki það. alltaf með buxur svona hálf niður Já, any takers? breinandi köttur með rassum út allt. Nei, ég bara Seta svo mikið fyrir mér Davíð svona farin í tjaldi svona reynar svona ómikinn plömmur svona dúb-di-dúb rassinu svona dúb-di-dúb og raular hann rape me my friend Nei, Jesús. Nei, þú veist, maður var alveg mikið á jamminu á þessum tíma og fór á skemmtistaði og allt það og þú veist, mikið á fólki og þannig að þú veist, en bara þetta var of mikið. Ég ætlaði aldrei að fara og ég sagði þetta í örugglega í 20 ár bara sko, ef það er einhver ástæði fyrir því að ég fara á þjóðatíð, það er ef að litla systir mín er að fara á þjóðatíð, þá fer ég líka til þess að vera þarna sem skugginn hennar og þú veist, með hafnaboltakylfu helst, bara til þess að þú veist, passa upp á hana. Já, og það var eina ástæð og þess vegna hef ég einu sinni farið á þjóðatíð, það var að því að systir mín fór og var hún að passa upp á þig basically þetta var örugglega eina skipti sem ég ekki svo svarað, ég fekk áfengiseitrun sko, eftir síðasta kvöldið ég var lamaður bara næstu 2 daga eftir þegar við þannig 2001 þá fór ég með hérna FM 957 það var bara frítt áfengi fyrir mig alla fokkin helgina ég vaknaði með tremma í daginn svona, veist, ég glemdi að borða í 2 daga skalvallur og ég kveikt á hérna svona einnóta grilli svo náttúrulega gæti ekki beðið þú hendi steikin einhvern veginn á þetta bara svona, ég bara rásteikar og skreið ég þvert yfir Þórun kom náttúrulega, veist, setna og var með tjald annars staðar, skreið þangað bara haldi mér og síðan bara á leiðinni heim þá nefnitt rúmir 3 tímar hana og ég var bara klæddur í söpppoka og það bara veist, örugglega einmitt með áfengiseitrun það er bara 0 matur til hvers að borga mat akkurat hver hefur tíma í það? Nákvæmlega, borga 10 skall fyrir hambúrgar eins og þröstur nákvæmlega grown up money það er fucking grown up money Nei, nákvæmlega, þú veist og ég var með að segja í húsi sko, þú veist vinur minn á heima þarna á stórt hús en ég var inn í húsi með dínu og allt sem hann skilur en bara, fuck me hvað þetta var ógeðslegt sko. Ég labbaði fram hjá einhverju tjaldi sem var svona kramið búið að spreyja yfir allt saman og einhver, veist, og sem var svona, veist, komið lappir út og það var einhver gaur að míga yfir lappirnar ég var bara, oh my god var að labba fram hjá greið manneskjan gaurinn var að deyja úr hlátri að menn halda hann vel pissaði á sig svo bara, veist, var hann að míga sér bara, náttúrulega, þetta er á sunnudegi enga styrtur nei veist, ógæslegt bara no thanks ég veit að svo þegar 8.000 manns er að fara í sundlaugina í einu til þess að reyna að komast í sturtu og eitthvað og bara allt svo fucking overpriced eins og þetta var að tala um hann bara glætan sko munið eftir hérna Galtalæk bindindismótið í Galtalæk í Alkalæk, já, okkur hætti það er það hætt? er það ekki? er það ekki? ég hef aldrei farið að Galtalæk ekki var það ekki eitthvað skátadót samt? nei þetta var bara UMFI eitthvað ég held að já, það er ekki að saman skátunar nei, Ungmennafélag Íslands fór hérna 15 maður veist, þið komum við bíl þú hérna Daði geðveikt sko fór ég upp í Galtalæk? já það getur verið, ég maður ekki sko, ég fer hérna uppi þér hvað er ég fucking gamall? greina allt og gamall ég var eitthvað þau hefur verið rétt fyrir aldamót allavega já, eitthvað svoleiðis veist, ég var eitthvað að kissa einhverja stelpu sem var eitthvað að dansa hérna inn í einhverju hérna stóra tjaldi og ég alveg veist, var eitthvað að dansa og sér sá ég svona þessi gaur er mjög mikið að horfa á mig
sem leiti við og þessi líka og þessi og svona, byrjaði svona umkringja mig sko Úps þá var þetta eitthvað fyrirverandi stelpuna sem ég var að kissa þetta var fyrir Þórunur sko tíma Okay, sko og ég ekki leið sem pikkaði einhver í mér bara það er hópur allar lemja hérna fyrir utan ég leið, ekkert mál fór bara baktir að minn með stelpuna bara upp í tjald bara eitthvað Idiot og þegar eitthvað við skulum lemja hennan litla polla mikla eldri strákaldur ég sko that's my trauma alkileikur maður það var geggja sko fel áfengið maður það var alltaf bara átt að tjekka og það mátti ekki fara með áfengin og ég náttúrulega látum þetta inn í klósipapiri en já það var náttúrulega fólk lagði alveg vinnu á sig og fór hann að helgina fyrir og gróf áfengi í jörðina og eitthvað Nei, sko, það sem var sniðast að gera sem margir gerðu voru að fara með vagnana sína, þeir sem áttu vagna sko, eins og segir, viku áður pörkuröðum og bara borguðu viku í viðbót stappfullar áfengi nákvæmlega ég myndi ekki gera það núna út að I need a hotel hotel á mig people Birkir þar thread count sheet sko Egypskan bómul akkurat síðan náttúrulega aldrei fór í söður ég er búin að heyra það að sé ógeðslega skemmtilegt ég hef aldrei farið ég hef ekki farið söður bara bans já það er það er svona leikar og það er svona hvað heitir þetta? Hvað var það á Ísafirði? Já, Mýraboltinn Mýraboltinn og svona nei, ég hef ekki farið þangað ég ekki heldur sko ég hef farið norður á heita pulsan, nei hvað heitir það einmöðlu, heita pulsan, Jesus það er einmöðlu heitir hún það? já, heit það allavega, heitir hún það heitir hann þá og síðan er það Kótilettan er búin hún er á Selfossi já og svo þetta eru þessar hátíðir svo eru Bíldudals grænar baunir og eitthvað svona, þú veist, þetta er út allt fiskidagar og já það er rosalega margt skemmtilegt að gerast á Íslandi á þessum tíma ég er I'm old og ég fer ekki á Kótilettuna það er bara young men's game allar þess að þjóra út í það til ég búið með þetta sko. já, ég er segi ég að fara á Tomorrowland og næsta síðan er náttúrulega Coachella það er náttúrulega hún er orðin ógeðslega vinsæl það er náttúrulega bara svona internet celebrities sem er að gera það vinsæl sko já, veist, svona influencerar það fer meira í fötin heldur nokkuð tíman tónlistin eða eitthvað svoleiðis og ég myndi ekki hafa efni á að fara þarna til þetta er bara svona Instagram hátíð sko sjá hvað ég er að Coachella ég er í svona fötum og svona maður er eitthvað bara a good lord ég myndi ekki nenn að vera influencer en Coachella er sem sé í Indio bænum í Kaliforníu já svo er náttúrulega Glastonbury já Glastonbury er náttúrulega rosa fræg og er í Pilton Somerset í Englandi og náttúrulega með stærri líka mjög stór, það er bara stækkandi þeir byrjuðu 1970 og þá kostaði miðin 1 pund og þá fékkstu ókeypis mjólk með mjólk já, og þetta er bóndi það er bóndi sem byrjaði þetta bara beint að beljunni og bóndin byrjaði bara að halda þetta á og bara, þú veist, þetta gekk rosalega vel og svo bara held hann svo áfram og svo þetta er stærra og núna ég er bóndi í Englandi og tala með Metallica bara og fá hann að spila eitthvað það er bara nákvæmlega þannig þetta er Metallica fjargaðir náttúrulega Tomorrowland á seinastari þegar það brann já, alveg rétt, þeir gáðu sviðið sitt það lánuðu sviðið og allan búnaðin trubla flott og líka ekkert smá fokki svið þeir eru huge og Metallica bara hey, we got you boy hold my beer ég skal senda þetta nokkra gáma sendu alla gámana bara trubla flott og það er svo bara riggað upp 1, 2 og 3 bara mér fannst það reyndar ógeðslega flott sko fáránlega flott hafa veist, brenda sviði fyrir aftan geðveikt það var ógeðslega trublað það var flott fór ekkert bara að rifa þetta niður nei þetta verður að vera minnismerki sko akkurat ég bara
þarna var ég leið, Metallica, veist þeir hækkuði aðeins í áliti hérna, sko. Okay. Þeir voru svona ég er alveg, sko, Metallica heitir, sko Já En hvað, þeir græðu þetta á viku? Var það ekki eitthvað slags? Já, eitthvað með tíma, sko. Bara fáránlegum tíma, þetta er svona japansku tími Já japansku tími líður hann er örugglega fljótari, sko Já, ég meina þegar Japanir dettur eitthvað í hug þá bara hoppaði þeir og gera það Já Björgur ekki til eitthvað veist eins og Keflavíkur flugvöll Já á bara einum degi eða eitthvað Það maður að sjá allt á svona, þú veist, spítalar og ég veit ekki hvað og hvað, bara 5 hæða spítalablokkir bara á viku Þeir stapla saman gámum og svo klæða þeir utan á eitthvað Ég held að þessi í Guinness World Records að þeir gerðu eitt svona bara á viku eða eitthvað alþjóða flugvöllur bara risa kvikindi, sko Ég meina þú steipan er ekki harnæðin svona skilur Nei, reyndar ekki Þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað samsett tilbúið og svo bara hýft saman Forsteft reiningar eitthvað og bara Parkett yfir allt saman Allt er hann átti blöyt maður það er við Íslendingandi gerum þetta Er steipan eru þurr? Nei, yfir þetta sem bara okkur er allir veiki okkur er sprungur í öllum veggjum og hurðin lokast ekki lengur hjá mér allt skakt Sér er eitthvað svart að koma upp úr parkettinu upp veggina bara hræðilegt þetta er típist íslenskt maður En ef þú googlar vinsælustu útirhátíðir í heiminum Sko, ég myndi segja Glastonbury og hérna það sem hún sagði aðan Woodstock Sko, já, við erum náttúrulega búin að tala um Woodstock Woodstock Við erum ekki búin að tala um Woodstock Sko, ef ég ætti en tímavel ég hefði verið til í að fara þangað, sko Já Vera á síru og dansa á tippinu eitthvað Já Bara free love Já þú þarft ekki að síra bara að dansa á tippinu Ég myndi þurfa síri til að dansa á tippinu Ég var eitthvað bara vippunum út eitthvað dýrabjalla ég var eitthvað bara ég þarf eitthvað ekstra stert til að sína þetta Nei, þetta er alltaf leið og það er hinnur að þeir hvað sem er Já, nákvæmlega, allir að síru allir bara, wow, þessi dýrabjallar er stækka og síðan alltaf Woodstock 99 ég hefði ekki viljað vera það Nei, ég hefði viljað vera þarna í 1 dag og taka enga flugvél tilbaka enga flugvél, ekki minna, sko bara Air Force One þar var náttúrulega Limp Bizkit og síðan náttúrulega voru allir hvítu gaurarnir voru mostly bara white, svona ungi strákar sem voru svo ógeðslega reiðir á þessum tíma það voru svona, tónlistin var bara bara fuck the police og allt þetta grunnsið og síðan byrjaði bara allir að kveiki í öllu og þetta var alveg svaðalegt en Limp Bizkit fekk allan allt, bara þeir gerði þetta það var alveg langt síðan að þeir spiluðu en þeir fengu heitið á þetta er þeim að kenna en nei, það var alveg bara margir búin að spila eftir þeim, sko en sko, ok, það er Woodstockið og það er Glastonbury og það er Coachella og það er Tomorrowland þetta er svona staðstu og síðan er Burning Man Burning Man er það ekki bara einhverju eyðimörk? Það er í Black Rock eyðimörkinni í Nevada shit, hvað ég myndi ekki nenna þeim maður og í lok hátíðina er risastór tréstytta The Man Brent ergo The Burning Man brendi dramatískri aðtöfn ég bara skil ekki okkur það er ekki búið að cancela þessu á sínu tíma út af það var man og eftir Burning Man Burning person Burning they them Burning they them það var svo gæðið oh my god ef vógliðið hefði unnið þá væri það Burning they them talandi um vóglið það er Primavera Sound hátíðin hún er haldin í Barcelona á Spáni og hátíðin er þekkt fyrir að leggja mikla áherslu á jafnt kynjahlutfall kynjahlutfall í dagskránni þessar tónlistamennir þetta er fyrir Vogue góða fólkið, sko en svo er Lollapalooza Lollapalooza, það var mjög vinsælt þarna 90s eða ekki? Jú, það ekki Er það gangi? Síðan, það er búið að halda það sko í Ameríku það er búið að halda þetta í í Suður-Ameríku
Lollapalooza Chile og Lollapalooza Argentína. Homer Homer Simpson var í Lollapalooza. Alveg rétt. Láta skjóta sig með fallbyssu í mann. Já. Svo ein sem var Rock in Rio. Rock in Rio? Já, þarna sló Queen heimsmet í fjölda áhorfenda og það var 101.000 áhorfendur. 101.000? 101.000, þetta var árið 1985. Já, Metallica slóða síðan í Rússlandi. Já. Þeir voru eftir því. Já. Pæliði 101.000 manns. 101.000, þú ert upp á sviði að syngja fyrir 101.000 manns. Já. Og þeir eru að syngja lögin tilbaka. Já. Þetta er klikkað. Og eins og Freddy var náttúrulega með crowd-kontróli sitt. Já. Að láta alla syngja og fá þetta tilbaka frá 100.000. Þetta er klikkað. Ég væri bara Ég bara að gæsa út dauðar. Ég var náttúrulega á Coldplay tónleikum, það var 90.000. Mér fannst það geðveikt. Já, einmitt. En til dæmis eins og núna Shane Gillis uppistandarinn, veit hvernig hann? Hann var að fá ógeðslega leiðilegur. Nei. Fucking leiðilegur. Nei. Annarkort hatar hann eða elskar hann sko. Já, það er ekkert á milli. Já, ég er búin að reyna að horfa á þess að þætti Tyre, mér finnst það ekkert sérstakir. Nei, en uppistandið hans finnst mér fyndið sko. Hann er mjög góður sko. En hann var að selja 74.000 manns að rýna í uppistand. Hvernig er þetta mögulegt? Hann er svo leiðilegur. Það er náttúrulega fleiri en hann sko. Það eru einhverju nokkru aðeir sem kom hann líka en hann er svona headlinerinn. Hann er headlinerinn. Hann var 74.000 manns. Já. Og það er svakalegt. Allir alveg syngjum þröstur alveg. Það var ekki fyndið. Fokkaður. Það er náttúrulega Fire Festival, muni eftir því. Nei. Fire með Upsilon, F-Y-R-E. Gæinn sem að skipulaði það er ennþá í fangelsi. Ekki Upsilon? Ekki venjulega Fire, nei. Það er F-Y-R-E. Ég veit ekki, ég er lesmyndur. Ok, now you know. Don't judge me. Nei, ekki maður. Ég er með falla. Já. My brain. Já, akkurat. Tognar og heila. Já, Fire Festival. Já, það var, ég man ekki, ég hlusta á podcast þar sem var viðtal við hennan gæ og viðtal var actually tekið að hann satt í fangelsi og hann verið að taka þetta viðtal sko. Já, hann það fór í gang. En spiluðu einhver? Nei. Hann er the definition of build it and they will come að það kom enginn. Og hann var búinn að selja og að þegar voru að tala um perlur á hann og eitthvað til að borga og svona það var með svipa konsept nema þú keyptir eitthvað svona sérstakt kreditkort og þú þurftir að leggja peningin á það og með því gast bara borgað með því korti og eitthvað bla 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 og það var hann að gera til þess að reyna að fá pening inn til þess að geta borgað þessum sem að þú veist, þetta er ekki hægt að gera þetta og þetta er ekki hægt að gera hitt og eitthvað svona og endaði allt bara í klósetunni hjá honum sko og fullt af fólki sem hann skulda pening hann er komin út núna? Já, Billy eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir en já, og það var að vera Firefest 2 núna Já, hann sagði það Já og fólk bara, hvað gæti klikkað? Já, nákvæmlega Nobody's coming Akkurat Nákvæmlega I want to pay my debts bara, þú fyrir beint straight og gel Já sko, svona til að gefa honum benefit of the doubt hann vildi vel, hann var ekki að reyna að svindla fólk Ja Rule var hana Ja Rule, já, alveg rétt hann alveg veist, alveg bara, veist, ég er með honum í þessu séu bara, ég þakki henni ekki straight út í alveg þeim Já, akkurat Nákvæmlega, nei, hann fór ekki að stað með þetta til þess að svindla fólki, skilur, þetta bara hann bara fór allt yfir hjá honum einhvern veginn, hann bara mist allt úr höndunum svakalagt maður það er með stærri floppum í svona útiháttíðum held ég sko ég veist við þurfum að gera þetta líka Óli gera þetta hann ætlaði að vera með Keflavíkur festival Já Fór það ekki í vaskin eitthvað líka? Man alltaf hann ekki eftir í Mér minnir það líka það voru fólk að cancela og fólk var brjálað út í hann og hann eitthvað bara hvað er það að gerast þetta? bara Fire Festival Iceland Akkurat Var það ekki? Mér minnir það Jó, það var eitthvað svo leys Það var eitthvað alveg svaka vegsen Jó, og svo koma með eitthvað sápukúlu dót eitthvað, setja mér Já, var þetta fyrir það? Já, ok Þetta var alveg síðan vildi hann meiri penning og kefti tímu úr og breytti logoinu sitt logo
selja það á fullt af pening allir er sem kom það í ljós delete this Akkurat Var ég búin að segja á Roskilde? Nei, Róaskilda náttúrulega Já, Róskilda Er hún ennþá í gangi? Já, ég held að sé þá allur hagnaður hátíðina rennur til góðgeramála Já Sem sagt, Fun fact gæti ég verið eitthvað bara, ég er góð að gera mál Já, mér vantar nýtt hús Nýjan bíl Já, gefna því Akkurat En já, ég er ekki búin að heyra Hróaskildu bara í mörg ár Nei Þetta var náttúrulega rosalega vinsalt þegar við vorum yngri sko Já. Allir vildu fara á Róskildu Já, síðan bara Fæstir fóru Ég hef aldrei farið út í hátíðina en ég hef farið í innan bæ bara svona fyrir utan hátíðina þetta er algjör sveppar Já, það ekki og ótrúlega að finna að kerið í gegn bara er þetta Hróaskilda það er bara, þetta er ógeðslega svona krútlegur bara svona sveitabæri eitthvað eða svona pínlega eitthvað nokkur hús og eitthvað finnst manni en hérna, en já, það er ótrúlega að finna að sjá þetta Já, ég allavega hlakka til að fara að gera eitthvað Verslunarhelginu núna Já. En ég ætla að fá að læða einni inn í viðbót Já. Á eyjunni sem ég bjó á út í Noregi á Karmøy þar var haldin Metalfest sem heitir Karmøygeddon 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 út af því að Armageddon, Karmøygeddon Au er eyjan Karmøygeddon Já Wow. Oh my god, þetta er svo erfitt Gefin að svipin á bara whatever Þetta er svona heavy metal bönd sem mæta þangað ég myndi ekki nennan því Já, svona til hvað heitir aðal Hellfest? Hellfest Já Það er í Fraklandi Ég myndi nennan að fara þangað Það er, ég var í pínu til að fara þangað sko. Ég er ekki veist að þú myndi fíla það virkir Nú Það er alveg svona metal dæmi Já, sko. nei takk Já, það er alveg svolítið þannig sko. En þeir búa til sko, þvílíkt flotta skreytingar Það er eldur og það er og, þú veist, eins og bara hryllingsmyndir skilur út allt Já, og síðan eru þeir Já Davíð var ég bara yes, love this Akkurat. menn ég var bara shoot me So loud kill me now Gaur hlýðina bara ok með aukfarðan sinn Akkurat shit ég ætla að fara Verslunarhelgina upp í Sumarbústað Já. og hlaupa eins og vannulega Já. og Þú ætlar að þykjast hlaupa mennur ég ætla að reyna það sko ég ætla að reyna mér mín er ekki góð hérna heima sko Nei, bara kallt á loft kannast það hvað ætlar þú að gera? Ekki neitt ætlar að vera í innipúkin sér náttúrulega innipúkin Innipúkin já þú ætlar að vera í innipúkunum Já, bara heima hjá það sko good life Já, með þrösturverðið í sól á fjórhjólinu Nei, sól Nei, já, hann var úti Já, ég var úti það verður geggjað Herri, ég segi bara gleðilega Verslunarhelgi Gleðilega gangið hægt gleðnardyr Gleðinardyr nei, það eru opnar gleðnar Já Oh my god eða gleðinardyr Gleðinardyr ég er búin að segja þetta Já. er það Ekki lægi það er gleðnardyr Nei jú, labbaði í gegnum gleðnardyr Gleðnardyr gleðinardyr Já hvað þýðir fucking það? Út af því að þú ert að fara í partí og fyrir mikla gleði og hvað kom að þessa dyr? Bara ekki opna þar á mikið Ekki opna þar mikið Gangið Gleðina. hægt í gegnum þær Má ekki vera ofgaman en það eru, whatever Jésús gangið hægt gleðinardyr Gleitardyr, já gleðinardyr Fucking Bye Ok, bye